right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Close to you right now. Hraðstöðukettlið gaf sig, svo það bara græja þetta eins og í gamla daga. En annars þetta allt bara ready. En þessi eikin sem ég dekk svo síðari dagar. Það bara að bíða til teginu. Jæja. Þá loks að setja på sig te. Svona Ronja að bjóða meitunum að fara að borða. Svona. Henni hefur ekki ennþá tekist að kolfa kofanum. Hún fór svona helmingi á þessu. Svona helmingi í kvöld. Svona. Gjörðu vel. Góðan daginn, eða góða kvöldið, ef þú ert að horfa á þetta kvöldin. Það kemur svo kjánaði. Herðu, allavega, fyrst afsökunar á því hvað ég hef búin að vera lélegur að vídeoblogga. Ég ætla að reyna að vídeoblogga hverjum einasta degi. Það sem er að fara að gerast núna, í þessum tölu orðum, er að ég er að fara að stíga á þennan skram ansans apparat. Ég ætla alltaf á mánudögum, núna er mánudagur, alltaf á mánudögum mun ég stíga á þessa elsku þarna, þessa drasslana og sem sagt aðtöku hvort að ég ná að skera með aðeins niður út af því að núna er að koma desember og ég er að verða 29, 31, ok, ég er að verða 31 núna í desember og eftir 8 mánuði þá er ég og Anita, við erum að fara að gifta okkur. Þannig að bara svona þannig að þið vitið að því að ég ætla að fara í átak og það sem, nú veit ég ekki töluna, nú er ég ekki búinn að stíga veiktina. Ég býst við að það eru viðbjóður, bara rosa heiðalegt svar. Þannig að núna ætla ég að mæla mig, ég ætla að leyfa ykkur að sjá tölunar og ég ætla að vigta mig alltaf á mánudögum hérna og leyfa ykkur að fylgjast með og nú verður bara tekið á því. Ég er ekki búinn að segja Anitu frá þessu og kemur bara í ljós ef hún horfir á vídeobloggin. Nú veit ég ekki, ég held að hún gerir það ekki nefnilega, sé að fylgjast með vídeobloggunum. Þannig að hérna, ég ætla að segja ykkur þetta og ef hún tekkar á þessu þá bara veit hún á þessu. Þannig að ég ætla að koma mér, nú veit ég ekki tölunar, þannig að ég ætla bara að skjóta hérna. Eftir 8 mánuði ætla ég að vera komin í 8% fitu. Já, ég ætla að gefa stóra tölur, ég ætla að vera í 8% fitu, og ég ætla að verða 80 og, nú veit ég ekkert þyngdina mína, segjum, ég ætla að vera, hvað sagði, 9%, 8%, 8-9, ég man ekki hvað ég sagði, talan sem ég sagði, 8-9% fita og ég ætla að vera 85
6 kíló. Það var sem sagt þyngdi mín og ég ætla að vera 8-9% fita. Þetta ætla ég að vera 8. eftir 8 mánuði. Herðu, nú erum við búin að mæla mig. En ég verð að viðurkenna að tölurnar eru verri. Ok, ég viss alveg að þær eru slæmar, sko. En nú breytist það. Nú breytist þetta allt. Þannig að núna, ég á eftir að setja dagsetningu. Þannig að hérna þyngdin 91,7, fituprósenta 21,7, vatn, prósentan er 53,3, vöðvamassi 68,3, líkamsgerð 2, brennsla, þetta er brennslan mín, ég gleymdi að skrifa, hún er, vantar tölur á þinn, innri fita er 7 og ég er 37 ára á svona skannan. Ok, ég er ekki jafn slæmur og ég var þegar ég kynntist Anítu fyrst. Þá var ég líkamsaldurinn 50 ára. Þá var ég 29. Já. Og líkaminn var 50. Þannig að þetta eru ógeðslega tölur. En maður verður að byrja einhvers staðar. Þannig að næsta mánudag þá ætla ég að mæla mig aftur og þá bara sjá hvað gerist. Ég stend við það eftir 8 mánuði. Nú bara fer maður extreme í þetta og hvað er ekkert átta? Baltasar! Halló! Hæ! Já! Eftir að hafa stubbana. Uppeldið sko, stubbarnir. Ég get hort á það endalaust, það er ekki Baltasar? Þú ert svona eins og hræddur. Ertu bara eitthvað hræddur? Baltasar. Sjáðu þennan strák. Já. Já. Já, allavega, ég ætla að enda þetta í dag. Stutt og þægilegt. Við erum komið með tölurnar, ég er ógeðslegur. Ok, nei, ég er ekki ógeðslegur. Ég er mjúkur og sexy. Þannig að við sjáumst á morgun. Fyrsti dagurinn í átakinu mínu byrjar á morgun. Þannig að þetta verður geðveikt, ég hlakka að geða til. Og já, bara sjáumst á morgun og Anita og Baltasar bíða að heilsa. Takk fyrir mig. Sjáumst á morgun.